ef við höldum svona áfram, þá verður hérna til stór, sterk, hægri öfgahreyfing sem mun sennilega hafa töglin og haldirnar í stjórnlandsins eða allavega að komast í oddaðastu til þess. Þetta er miklu merkilegra og stærra og þyngra mál heldur en að leyfa sér að afgreiða það með einni setningu. Þú ert rasisti, þegiðu bara. Atvinnuleysi í Danmörku er 5%. Atvinnuleysi úr þessum MENAPT-hóp er 30%. Hvað er það? Og þeir eru búin að vera þarna, þeir eru ekki nýkomnir, sko. 85% þeirra sem voru hælisleitendur eða innflytjendur í landinu frá MENAPT-löndunum. Ég er ekki að tala um Pólverja eða Letta. 85% höfðu farið í sumafrí til landsins sem þau voru að flýja. Ég vona að fólk sem er ósammála mér heyri þetta. Og ég vona að þau hætti að vera löt og hugsi aðeins hvað þau eru að segja. Og hverjar afleiðingarnar af því eru. Góðan daginn og velkomin í hlaðvarpið Ein pæling. Þessi þáttur eru boðið Alvörubón, Ljárdalur.is, Bæjarins bestu pilsur, Polsen og Happy Hydrate. Nú ef þú ert að hlusta á þetta núna í opnu streymi, þá getur þú farið inn á pardus.is/einpæling til að fá þennan þátt á undan öðrum, samhliða því að fá hann án auglýsinga. En snúum okkur á þættunum, gjörið þið svo vel. Teitur, hvað næstu? Ég er bara fínn. Það ekki? Allt er yndislegt. Við áttum svolítið áhugaverðar, ég hef nokkur sem þetta lendi í þessu, ég hlusta á eitthvað hjá Kristjáni, eða er hjá Kristjáni og er með viðmælanda þar og það gerðist núna, þar sem við vorum saman á Sprengisandi, svo að fólk fái smá svona samhengi í þetta. Við vorum saman á Sprengisandi að ræða útlendingamál og ég held sko að ég hefði átti, sko, eða allavega eins og ég skilði það, ég veit ekki hvort að, ég er ekki með að spyrja Kristján út í það, en ég held að ég ætti að vera sko hægri maðurinn að bera fram athuganir sem að þú svo gerðir og þú ættir raunin að vera vinstri maðurinn sem að kæmi með hinn vinkilinn á móti mér. En úr var það að þú varst í raunin að tala um hlutina sem að ég hef áhyggjur af, sem að mér þótti svolítið áhugavert komandi frá vinstri vangnum, en þetta var sérst útlendingamál og áhyggjur af ýmsum hlutum varða þróun í Evrópu. Og svo við byrjum kannski bara þar. Hvernig kemur þú að þessu? Af hverju byrjar þú að pæla í þessum málum? Já, ég fylgist með samfélagsmálum, alltaf gert það og er virkur í samfélkingunni og ég er náttúrulega bara eins og aðrir landsmenn að upplifa miklar og hraðar breytingar á samfélaginu síðustu 3-4 ár og ég sé þetta bara með augunum hvað er að gerast og auðvitað er ekki allt slæmt eða hræðilegt, en hafandi líka búið í Noregi og Svíþjóð og Danmörku og þau löndur alltaf 10-15 árum undan okkur í svona samfélagsþróun og þá sé ég bara að gerast, það að svona líkamast þessi rosalega vondu mál sem þessar þjóðir eru að glíma við. Ég sé þetta bara þetta er bara að fæðast og það er enginn að gera neitt í því og mér finnst það bara algjör skam. Ég hef nefnilega verið að velta því fyrir mér sko, ég hef spurt að þessari spurningu og ég veit að fólk hefur verið til dæmis að tala um á Twitter og svona, þar sem að ég hef verið að fjalla um þessi mál meðal annars, þar sem að ég er að spyrja sko, hvað ætlum við að gera til að koma í veg fyrir þá þróun sem hefur gerst í öllum öðrum Evrópulöndum. Það eins og þú segir, þá erum við 10-15 árum undan, kannski minna núna út af því að þetta er að gerast svo hratt. En ég tek eftir þessu líka, ég hef tekið eftir þessu niður í bæ, ég hef tekið eftir þessu varðar þegar ég tala við fólk sem til dæmis í eiturlyfjamálum, þar sem að ég er að tala við dópsala eða annað sko, þar sem ég fæ þetta bara frá fyrstu hendi, til dæmis sérstaklega eftir COVID að þá breytist kókaínmarkaðurinn alveg svakalega og hefur að gera mikið með skipulega glæpastarfsemi sem að kemur erlendis frá og svona keimlík þeirri þróun og hefur verið að gera til dæmis þessu Svíþjóð. Og það meira verið að ræða þetta núna, en það samt eins og að sé svona gætir ákveðinar feimni. Það svona þóttum mér svo áhugavert að þú ert virkur í samfélkingunni. Ég veit að ríkisstjórnin er mjög meðvituð þetta og maður sér þetta alveg á því sem að Þorbjörg Sigríður er að gera, en samt innan samfélkingarinnar jafnvel líka ákveðin svona, hvað ég var að segja, togstreita varða þessi mál? Já, sko þessi mál svona hinn umburlinda og frjálslinda samfélking svolítið svona leiðarljós vinstrimanna og inn í því til dæmis þau gildi og viðmið að taka vel á móti innflytjendum og flóttafólki
og hælisleitendum. Og þetta allt sem að ég held að allir vinstri menn, allt samfélkingafólk tekur undir þessi gildi. Það sem að, og ég alveg þar í hjartanu, við eigum hins vegar að vanda okkur. Það það sem ég að fara fram á. Og það var ástæðan fyrir ég skrifaði einhverja færslu á Facebook hjá mér sem vakti mikla athygli og ég var boðaður í Sprengisandsþátt. Það voru bara hugleiðingar umræðuna að það var alltaf verið að brigsla fólki að vera rasistar eða kynþáttahatarar fyrir það eitt að varpa fram oft bara eðlilegum spurningum samfélag sem á fleygi ferð og enginn veit hvar endar. Og það svo ósanngjarnt að kalla slíkt fólk rasista bara vegna þess að snýra útlendingamálum. Og það var eiginlega, það þessi lykill og ég skrifaði eitthvað áfram og ég var ekkert ég endurskrifaði þetta ekki, þetta var bara hugleiðing sem ég lét vaða og hún vakti miklu lukku, almennt séð. Auðvitað var einhver sem tekur þessu öfugt og segir ég sé rasisti með því að tala útlendingamál. Það oft nóg, en það verður bara að hafa það. Mér eiginlega alveg sama. En ég hef mínar skoðanir á því fólki sem afgreiðir svona mikilvæg mál svona ódýrt. Með því að þetta miklu merkilegra og stærra og þyngra mál heldur en að leyfa sér að afgreiða það með einni setningu. Þú ert rasisti, þegiðu bara. Ég nefnilega hef verið að fjalla það og sérstaklega varðar ungt fólk og núna ég mikið í samskipti við ungt fólk og reynir svona að taka hús á þeim varðar samfélagsmál og stundum náttúrulega bara eins og gengur að gerast með ungt fólk að þau kannski ekki með mjög djúpstæðar svona hugsanir það og finnst kannski almennt séð pólitík vera kannski leiðileg, það svona alltaf leiðarstef hjá ungu fólki oft en mér finnst ég samt nema að svona undirliggjandi ákveðina varhugaverða þróun varðar einmitt það að hvers konar viðhorf fólk hefur gagnvart þeim sem að hingað koma og ég einhvern veginn tel að afrakstur þeirra sem að hefa verið hvað mest atkvæða eða haft hæst í umræðum útlendingamál sem að hafa einmitt þegar einhver kemur með status einhvers konar áhyggjur eða jafnvel bara vangaveltur sem einhverjars konar spurningar það hvort það vættum að vera að pæla í einhverjum málum að þá var hann sjálfkrafa stemplaður sem rasisti eða sem einhvers konar svona varhugaverð umræða alltaf sagt svona mjög svona, hvað ég var að segja, dulin svona tjáskipti, svona þú ert látin vita með ýmsum leiðum að þú ekki að fjalla þetta. Ekki endilega hvort að það sem þú ert að segja sé rangt, heldur miklu frekar að það rangt að vera að pæla í þessu. Já, og það eiginlega hluti af þessari pælingi hjá mér og kannski útgangspunkturinn. Það var það að ef að við afgreiðum við vinstri menn alla umræðu útlendingamál, hælisleitendur og flóttafólk sem rasisma, þá erum við að loka það fólk frá okkur. Við erum að ýta því inn í miðflokkin. Þannig við erum að grafa undan eigin trúveruleika. Þegar að fólk kemur með spurningar, alls konar, og fólk kemur með alls konar spurningar og sumir bara rasistar, en það verður að einhvern veginn að tækla það á einhvern vitran hátt heldur en að bara demba einhver á það. Þannig að þú efast að það áorki eitthvað að vera að kalla fólk rasista. Það heimskulegasta af öllu heimskulegu sem að vinstri hreyfingin getur gert í dag. Það að afgreiða fólk sem rasista eða kynþáttahatara fyrir ofureðlilegar spurningar. Það hræðilegt. Núna gengur samfylkingunni alveg ógeðslega vel. Við erum með 30% fylgi bara gegnum gangandi. Við erum í leiðum ríkisstjórn, við erum með erum í borgarstjórn og það gengur allt vel. Þetta mál sem við verðum að tækla. Ef við gerum það ekki, þá fer allt í skrúna. Ég alveg sannfærður það. Ég búið í landi þar sem að þessi mál fóru til andskotans, bara hreinlega. Það var, Svíar byrjuðu á því að setja alla innflytjendur og allt flóttafólk í sömu hverfin, aðallega í Malmö.
Svo leiði beið og það komu félagslega vandamála kringum þetta og þeir tækluðu það með þessum og hinnum hætti og pössuðu sig og gerði sitt besta. En svo eignaðist þetta fólk börn eins og gengur og sú kynslóð snar vitlaus. Það var bara það var unglingagengi af alls konar uppruna, blandað frá Afríku, frá Júgoslavíu og frá Svíþjóð og hvað eina, bara name it. En þetta fólk sem að óx þarna úr grasi var snældu brjálað. Og það gerði sér að leik sínum að kveikja í bílum hverja helgi. Ég ekki að tala um einn bíl. Ég að tala um heilu bílastæðin. Bílastæði fyrir utan risastort fjölbýlishús stóð í ljósum logum. Ekki bara einu sinni. Helgi eftir helgi eftir helgi. Og það var bara, þetta var frétt í marga mánuði, þetta var allan tíman gegnumgangandi og sænsk stjórnvöld áttu ekkert svar við þessu. En auðvitað var ástæðan fyrir þessu að það var þessi gettóvæðing sem að þeir Svíarnir voru að basically að bara búa til sem þeir áttu ekki að gera. Og svo var það vantaði bara meiri integrasjón. Þetta fólk þurfti meiri stuðning. Þeir basically eyddu ekki nógu miklum peningum í þetta. Þess vegna fór þetta til Landskjólans. Ég nefnilega hefur mitt verið að fjalla um þetta og ég hef skoðað Bretland meira heldur en ég hef reynda að skoða Svíþjóð líka mikið og ég man að það voru mjög mörg myndbönd á samfélagsmiðlum þar sem einmitt þetta var að eiga sér stað, þar sem var verið að kveikja í bara heilu bílastæðunum fyrir utan fjölbýlishús einmitt og það sem svolítið leiðilegt að horfast í augu við, en ég tel þó að við þurfum að horfast í augu við, að þegar að svona í pottinn búið, þar sem að fólki einhvern veginn, við getum, það hægt að fara í alls konar hugleiðingar það hvort að það hefði átt að setja meiri peningi það að fólk myndi aðlagast, eða hvort það ætti að gera meiri kröfur á að fólk aðlagist, eða hvort það ætti að vera meira dreifðari híbýli fyrir þetta fólk, þannig að það væri ekki bara með kannski samlöndin sínum og væri það ólíklegra til þess að aðlagast samfélaginu, að þá það samt sem áður þannig að þeir sem eru annarra kynslóðar og þriðju kynslóðar innflytjendur aðlagast verr heldur en foreldrar sínir. Já. Og það svakaleg staðreind sem mjög skrítið en mjög vond út af því að eins og þú varst að segja, við erum svona áratugum undan og það sem hefur til dæmis verið að gerast að eins og í Bretlandi þá til dæmis þeir sem eru frá Bangladesh eru mjög ólíklegir til þess að aðlagast bresku samfélagi og eru líklegri til þess að færast alfarið yfir í ákveðin hverfi. Og innan þessara hverfa þá íhaldssemin orðin meiri heldur en í Bangladesh. Gagnvart til dæmis klæðaburði kvenna. Það eru fleiri konur byrjaðar að hylja sig í meira mæli heldur en og þróunin öfug í Bangladesh. Þar sem að konur eru líklegri til þess að vera tilbúnar til þess að vera með minni að hylja sig. Halda hérna þjóðlegu rætur og þú rækta sína þjóðurniskennd í Bretlandi. Og það mjög vont. Já, auðvitað það vont en það skiptir raun og veru ekki máli eins og þú vart að segja hvað klikkaði. Það sem skiptir máli að þetta klikkaði og það var gert þau gerði einhverja vitleysur og það alveg hægt að skoða það í kjölinn og það sem að Danir hafa gert og fengu nú mikla skammir fyrir og þeir voru nefnilega, þeir með sama sagan þar, þeir byrjuðu að rannsaka málið og þeir voru ekkert hræddir við það að skipta innflytjendum og hælisleitinum niður í bara eftir þjóðurnum og spyrja sig hvaða bakgrunnur líklegastur til þess að samlagast ekki og hvers vegna og þá komu þeir upp með með skilgreiningu sem kallast MENAPT-löndin og það eru lönd ef upprunnin frá MENAPT-löndunum sem Miðausturlönd Pakistan Tyrkland og Norður-Afrika og þú veist Súdan og Sómalía þessi lönd og þeir bara skilgreindu það þar og fóru að skoða þetta og þá kemur nú ýmislegt í ljós. Atvinnuleysi í Danmörku 5%.
atvinnuleysi úr þessum mennaptóp er 30%. Hvað er það? Og þeir eru búin að vera þarna, þeir eru ekki nýkomnir, sko. Nei, þetta er sérst bakgrunnurinn. Þetta er ekki Já. bara að það komi beint frá þessum löndum, heldur að Bakgrunnurinn. Já. Og svo það er alls konar sem að þeir eru búin að rannsaka og er ekki hræddir við að taka þá umræði. Og hún Mette Frederiksen, hún var nú heldur betur máluð upp sem hinn mesti rasisti og kynþáttahattari. Meira sem manni eftir að hún kom til landsins einhvern tímann, þá var einhver hátíðleg athöfn á veldi Íslands lýðveldi. Píu Kernesteð sem að kom á alþingisathöfnunina þar sem að... Er ég kannski að rugla við hana? Já, ég held það. Ég er að rugla við Píu Kernesteð, en allavega Mette Frederiksen, hún hefur uppskorið mikla skömm, meðal annars frá Loga Einarssyni, fyrir undir formanni Samfylkingar, að vera kynþáttahattari og alls konar, sem er bara alveg fáránleg orð, sko. En ég held að henni er sér alveg sama. Ég held að hún hafi rétt fyrir sig. Hlaðvarpið er í samstarfi við stöndu og mikilvæg fyrirtæki og eitt af því er Poulsen. Poulsen.is til þess að skera hvað eina, hvort sem þú þarft að fara í bílrúðu skipti eða einfallega bílrúðu viðgerð, þá ferðu inn á Poulsen.is. Ef það er stjarna í framrúðinni þá bara bókaru tíma á heimasíðunni, ferð með hann og hann er tilbúinn samdægurs. Ekki vera með stjörnu í bílrúðinni, Poulsen.is. Láttu græða rúðuna strax í dag. Já, en stöldrum aðeins við þennan punkt, sko, út af því að það er ekkert fáránlegt í rauninni, sko, út af því að það sem hefur náttúrulega verið að eiga þessi stað undanfarin ár er að það er búið að vera að halda ákveðnum pottlokki á þessari umræðu og það pottlokk hefur sko eitthvað með það að gera að fólk sér þetta ekki. Ég hef til dæmis fjallað það að fólkið sem fer á vinnustofu Kjarval er sjálfsögðu bara agndofa yfir ýmsum umræðu út af því að þau bara sjá þetta ekki þar. Þau bara taka ekki eftir þessu á vinnustofu Kjarval að það sé einhvers konar svona vandamál að spretta upp hér á landi og þar að lendi sko er það sjálfsagður hlutur að gera ráð fyrir því að þeir sem eru að ræða með þessi mál séu einfaldlega að búa þetta upp í einhverjum rasískum tilgangi. En þetta er ákveðin sko skortur á samkennd að geta sett sig í spor annara. Þar sem að fólk einhvern veginn bara ef þetta er ekki að koma fyrir mig og ef þetta er ekki að gerast í mínu hverfi að þá er þetta ekki að gerast. Já. Og þess vegna hef ég sko ákveðna samúð með Loga í þessum efnum út af því að svo samfylking sem að var við lýði, svo við tölum hreint út það líka, að þegar að Logi Einarsson sagði þetta var kannski aðeins, ég man ekki hvort að Kristrún hafi verið komin þarna eða ekki sko. Hún var örugglega komin að sjónasviði en kannski mun taka við flokknum. En þessi samfylking var náttúrulega miklu meira af þessu meiði. Já, ég veit það. Þetta hefur breyst alveg klárlega. Já. Og ég held að Logi, ég er ekkert viss hvort að hann sé þessara skoðunar akkurat núna. Ég held að hann sé bara staðreyndin að tala sínu máli og bara áhyggjur fólks eru alveg áhyggjur og það er ósanngjarnt að afgreiða þær sem rasisma. Og mér finnst það er svo gagnlegt fyrir okkur Íslendinga að geta litið til Norðurlandana og sé hvað þau gerðu rétt og sé hvað þau gerðu rangt. Ég sé fyrir mig til dæmis að það kom upp sum málin í kringum þetta eru svo skrítin og svo fáránleg að sem dæmi þá var í Svíþjóð í hittifyrra það var gert bara könnun bara alveg svo frá Gallup eða sem svona það bara var spurt flótta fólk og hælisleitendur voru bara spurðir og þýðið var 1000 manns sem er bara býsna gott þýði og það var spurt meðal annars hefur farið til heimalandsins meðan það vart í Svíþjóð kemur ljós að 85% þeirra sem voru sem sagt hælisleitendur eða innflytjendur í landinu frá MENAPT-löndunum ég er ekki að tala Pólverja eða letta 85% höfðu farið í sumafrí til landsins sem þau voru að flýja frá 85% svo klufiður þetta ennþá neðar og þá voru bara spurðir þeir sem voru með stöðu flóttamanna flúið frá Sýrlandi eða flúið frá Afganistan og það var bara sá hópur 79% höfðu farið til heimalandsins þetta er
og sko, ég tel mig þekkja danska þjóðarsál ágætlega. Þeir þola þetta ekki. Þeir þolið ekki og þeir eru nýbúnir að breyta lögunum þannig að ef þú ert með, hafa gert í fyrra eða hitti fyrra, ef þú ert með stöðu flóttamanns eða hælisleitandi eða innflytjandi eða eitthvað slíkt, þá máttu ekki fara til heimalandsins í 10 ár. Ef þú gerir það, þá missur stöðuna. Þetta bara ný lög. Þetta hefur aldrei komið í fréttum á Íslandi. Nei, ég hef ekki séð þetta heldur. Mér finnst þetta bara agalegt. Þetta er bara hægt að nálgast þetta bara hjá dönsku flóttamannastofnuninni. Já, þú reyndar, komst inn á einn áhuga að vera mingil, reyndar eftir viðtali, eftir að við spjölluðum aðeins, ég, þú og María Rut var sett annað með okkar sprengisandi og það sem þú sagðir meðal annars að það sem að þér þætti kannski einkennilegt við umræður hér á Íslandi væri hversu mikil fjarlægð væri frá norrænni umræðu þessi mál og hvernig í rauninni sænskir, norskir og danskir miðlar fjölluðu þessi mál og sko ekki endilega það væri einhvern svona harðskeittar umræða heldur bara svona hreinskilnar umræða. Já. Mér finnst þetta vanta, það hefur alltaf vantað, finnst mér í íslenska fjölmiðla umfjöllun, það er bara svona fókus á Norðurlöndin. Ætti að vera á hverjum degi eitthvað smávegis í mínum huga. Það er bara flott ritstjórnarstefna. En sko, ég held þetta sé bara að margir kunni ekki tungumáli, það er bara lélegir í því. En núna með gervigreindinni, þá er allt slíkt ætti að bara heyra sögunum til. Það er auðvelt að afla sér góðra og örugra upplýsinga með aðstoð gervigreindar þó að sé kannski ekki fullkomið, en þá má líka alltaf fara í heimildina og skoða það þar og fá þýðingarvilar eru orðnar góðar og svo náttúrulega eru Íslendingar, það eru 20.000 Íslendinga sem búa á Norðurlöndum. Það má tala við þetta fólk sem þekkir þetta bara af fyrstu hendi og þannig að það er auðvelt að koma umræðinni á það plan að hún sé upplýsandi það sem er að gerast á Norðurlöndum. Við hins vegar fáum oft fréttir til dæmis frá Bretlandi eins og minnst á. Og ég held að sé bara vegna þess að blaðamennirnir þeir eru bara ágætir í ensku en kannski slappir í sænsku. Þannig að ég held að ástæðan sé ekkert merkileg. Hún er bara ómerkileg. Já, bara tungumála vankunnandi. Já, ég held það. Það geti vel verið sko. Ég þori ekki að fara með það. En komum okkur þannig aðeins meiri vandræði, sko, hvernig sérðu fyrir þér út af því að ég sagði í þessu viðtali að við ættum að loka hælisleitendakerfinu, út af því að við værum einfaldlega ekki sem 380.000 manna þjóð, að þá hefðum við ekki bolmagn í að vera að úrskurða þessi mál, heldur ættum við að nýta innviði annarra landa sem eru kannski ekki endilega að fara að taka við stórum hluta og þeir myndu ellegar gera heldur gætu við tekið hluta af þeim sem að þau myndu kannski ekki taka við og ég sagði þetta bara einfaldlega því að mér finnst þetta bara að vera svo augljóst út af því að það er verið að misnota þessi kerfi og það er verið að koma á röngum forsendum og svo segja margir já, nei, þú ert að grauta saman Úkraínumálunum og Venesúela-málunum og ég segi nei, ég er einfaldlega ekki að gera það út af því að þegar að fólk er að tala þetta þá erum við að tala menningatengd mál og skipulega afbrotastarfsemi og sko það sem að mér hefur bara þótt svolítið út af því að maður heyrir oft sko þegar stjórnmálamenn er að tala þetta þá er þetta, já þessu er grauta saman sko, flóttamenn, hælisleitendur það er enginn að grauta þessu saman sko. Nei. Þau segja þetta bara til að kaupa sér tíma og ég þoli ekki þegar ég er að hlusta á umræður þetta þessi mál, það sem að fólk segir að það sé verið að grauta þessu saman, það er enginn að grauta þessu saman eina sem að fólki er umhuga er menning og hvort að sko eins og sko Paul Collier skrifaði bók sem heitir Exodus sem að ég tel að bara allir sem eru að fara að tjá sig þessi mál eigi að lesa, þar sem hann talar það sko að hann er að reyna að búa til ákveðin svona leikjafræði módel sem er erfitt að skapa í kringum þetta, þar sem hann er að skoða félagslega breytingar í samhengi við sko þá menningarlegu gjá sem er á milli þeirra sem að fyrir eru og þeirra sem eru að koma og fjöldan sem að kemur og ef að þessir sko tveir þættir ef að gjáin er mikil og fjöldin er mikil að þá er það bara í rauninni lendir það í óefni
bara alla jafna, ekki alla jafna, bara alltaf. Já, ég get alveg mér finnst þetta segja sér svolítið sjálft sem þú ert að lýsa. Hins vegar ef við tökum sko flóttafólk og hælisleitendur, skulum bara nota orðið hælisleitendur, þau ekkert sérstaklega mörg ef frá talin Úkraína í dag. En Úkraínumenn eru býsna mörg hérna og við sem samfélag, við eigum að taka vel á móti þeim og almennilega. Það mín skoðun. Og meðan þau eru svona mörg, þá allt í lagi að bremsa okkur af meðan að þeirra leysast úr þessum málum. Ég þekki lögreglumann sem ég talaði við þetta og hann segir eins og þú, við höfum að loka þessu bara í kvelli vegna þess að það komið svo mikið vitleysi í gang. Það eru alls konar fólk hérna og það eru bara glæpamenn og það eru þess og hinn, þó að auðvitað flestir séu ágætir. En það þarf bara að hreinsa upp og fá eitthvað svona fá einhverja reglur á hlutina, fá einhverja heildamynd og hann sagði að þetta og þú veist, hérna lögreglumaður sem veit alveg hvað hann að tala og þú veist, hann veit þetta betur heldur stjórnmálamennir, ég alveg viss það og það að við séum að ef við bremsum þetta af, það verið að bremsa af hérna hælisleitendur og innflytjendur nú þegar, það bara þá ágætt að segja það bara út. En það við erum bara að tala um það sem í raun og veru í gangi. Þau að bremsa þetta á landamörunum og það hefur bara komið fram. Og það bara fínt að halda því áfram. Og ég segi bara, ef við ætlum að læra á Norðurlöndunum, þá eigum við bara að vanda okkur ógeðslega vel. Það ekki nóg að gefa einhverju fjölskyldu eða einstaklingi hæli á Íslandi, setja hann í félagslega íbúð innan landa sína, einhvers staðar í úthverfi í Reykjavík eða annars staðar og setja hann síðan á félagslega bætur og vona það besta. Nei. Það verður að gera eitthvað meira. Það sem líka sérstaklega óþægilegt í þessu að hérna, ef þú skoðar allir með Kaliforníu, það sem að ég man ekki, ég held að sé, ef að Kalifornía var tekin út fyrir sviga þá var það samt eitthvað þriðja ríkasta eining í heiminum, það að segja ríki eða það væri land, þá var það þriðja ríkasta í heimi eða eitthvað svona algjörlega rugla. Ég geti reyndi að fara með fleipur, það rugla einhvað hann í Miðausturlöndum líka, en allavega, skiptir ekki máli. Það ótrúlega mikill peningur í Kaliforníu og það sem merkilegt við Kaliforníu að íhaldsemin gagnvart því að greiða í sameiginlega sjóði hefur minnkað eftir því sem að menningin hefur orðið fjölbreyttari og þetta bara það sem að fólk búin að sætta sig við og ég reyndar held í fram að ástæðan fyrir því að Bandaríkjunum gengur betur að taka á móti fólki út af því að það ekki velferðarkerfi, þú getur ekki komið inn á velferðarkerfi og þar af leiðandi myndast minni pólitískur órói út af því að sameiginlegu sjóðirnir í rauninni mjög litlir og eftir því sem að fjölmengin hefur orðið meiri því minni félagslega aðstoð hefur til dæmis komið inn í skólakerfin. Það að segja almennum skólum hefur fækkað eftir því sem að fjölbreyttari hópur hefur komið til ríkisins en það bara ákveðin sátt við það út af því að fólk bara að stendur undir sig sjálft eða náttúrulega lendir bara á skitró eða einhverjum mjög vondum félagslegum aðstæðum og það sem mér tótlega áhugavert út af því nú ég var að segja þetta mitt við árunni byrjuðum sem frjálshyggjumæður þá verið að ýta úr vör svona blautum draum frjálshyggjumannsins þar sem að í rauninni allt sem að við kemur sameiginlegum sjóðum og félagslegu velferðarkerfi og einhvers konar, öryggisneti að það viljinn til þess að viðhalda því verður minni eftir því sem að samfélagslega samheldnin verður minni. Já. Og þetta það sem við erum að sjá víða núna, þar sem til dæmis pólitísk öfl sem eru kennd við hægrið, en þau eru kannski kennd við hægrið sérstaklega út af einmitt þessu, að fólk hefur minni vilja þrátt fyrir það eiga ekkert sérstaklega mikið af fjármunum eða eitthvað þannig. Nei, fólk vill náttúrulega, eins og svo ég heldur áfram að tala Danmörku, þá það háir skattar í Íslandi, hærri heldur en á Íslandi og þeim finnst það bara, þau eru ánægð með það meðan að stjórnin stendur sig vel. Og svo kemur svona einhver vitleysi upp og þá verður allt brjálað. Og þeir búa í pínlitlu landi, þetta fjórðungur á Íslandi, þetta ekki neitt, en eru 6 eða 7 milljónir sem búa þarna. Þannig að þeir búa svo þétt saman og þeir sjá þetta svo vel.
þessar miklu breytingar á samfélaginu og ólíkt Svíþjóð sem risastórt land og þeir eru reyndar aðeins fleiri og þannig að það minna sjáanlegt. Þannig að meðal Daninn hann færi þetta svona bara beint fram í sig. Hann sér landið sitt breytast á hverjum einasta degi og við vorum að tala hérna, ég myndist á MENAP-löndin og þá kemur einmitt í þessum könnunum sem að Danir hafa verið að gera að til dæmis fólk frá Sómalíu sem eru 20.000, 30.000 Sómalir í Danmörku, ég man ekki hvað það er hellingur og þeir skera sig úr. Þau eru náttúrulega dökk og hörund og konurnar klæða sig í svona einhver hajib. Það sést langalegir og konurnar vinna almennt ekki. Þannig að atvinnuleysi yfir hópinn er mjög hátt vegna þess að karlmennirnir eru líka með mjög hátt atvinnuleysishlutfall. Dönum finnst það ekki skemmtilegt. Þessi hópur er líka, hann er talið langlíklegastur til þess að integrerast ekki og þeir kalla þetta að það myndast hliðarsamfélag. Það er samfélag inn í samfélaginu, inn í hinu danska samfélagi sem að Danir hafa ekkert með að gera og það eru ein reglur og þeir eru með bara, við vitum ekkert hvað er að gerast þar en það er það eitthvað svona ættarveldis stigveldi þar eins og í Sómalíu. Sómalía er hrunið land fyrir löngu síðan og ég held að ríkisstjórnin búið á hóteli og hafi búið á hóteli síðustu 20 ár í nágrannaríkjunu. Þetta er þar og þannig ég segi ef við fáum fólk frá Sómalíu þá þurfum við að taka virkilega vel utan það fólk. Við þurfum að veita í meiri aðstoð heldur en öðrum hópum, af því þau þurfa það. Ef við viljum að draumur okkar að gera gagn og búa til góða og gegna Íslendinga eða segjum bara borgara, en við gerum við þetta kröfur að fólk sem búi hérna kynslóðum saman tali íslensku. Það er ekkert að því. Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem hafa sett svip sinn á íslenska menningu og eitt þeirra eru Bæjarins bestu pylsur. Ég og þú vitum alveg að þegar við fáum okkur pylsu sem er ekki frá Bæjarins bestu þá vildum við að svo væri. Það segir það í orðinu, þetta eru Bæjarins bestu pylsur. Þið vitið það, ég veit það, skellið þessu hlaðvarpi í eyrun, farið á næsta sölustað og kaupið ykkur tvíhleypu ásamt einhverju góðu að drekka. Nei, það er ekkert að því, ég er sammála því, en það er þannig að kemur einmitt inn á menningarþáttinn sem er að mínum mati langstærsti þátturinn sem við komum aðeins inn áðan, en það var besta skilgreiningin á vestræni menningu þótti mér vera að vestræn menning væru gildi og viðmið sem að slitu okkur frá heiðursmenningu og heiðursmenning hefur verið svona stefið almennt séð alla tíð hjá fólki þar sem að fjölskyldubönd eru mjög mikilvæg og svona frændhygli. Þetta fara rauk fyrir því að það íslenska orðið er ennþá við hérna. En að sérstaklega að þessi samheldni væri svolítið rofin og við hefðum fært í meiri aukana vestræn gildi þar sem þú værir með svona víðara mengi að því hvernig náungakærleikurinn væri. Og þetta er einmitt það sem hefur verið mikið kvartað undan hérna þar sem að eru Sómalir sem hafa tekið yfir leigubílamarkaðinn án þess þó að það sé mikið rætt það þá eru náttúrulega mjög margir leigubílstjórar sem að tala sómalska gengið og sómalska gengið er líka eitthvað sem er viðloðið við eiturlyfjamál og annað en það er ákveðin feimni við að tala þetta og sem er fáránlegt, það er bara algjörlega stjúpid. Ef það er eitthvað einhver ættbálka kúltúr meðal Sómala í einhverjum ákveðnum greinum, þá má alveg tala það. Mér finnst það bara að vera frétt. Mér finnst það bara svona merkilegt. Ég er forvitin, ég vil vita meira. Hvað, þú veist, er þetta í lagi, er þetta ekki í lagi? Hvað er að gera, er þetta sniðugt eða ekki? Og, þú veist, það er ekkert að þessu. Við mínum það. Þá ætla ég að snúa þess á þig og spyrja þig, ég minna, en þú hlýtur að sjá hérna, þú talar mjög glannalega þessi mál, þú kemur hérna og skrifar pistil það einhvern veginn allir sem að eru rasistar að fá einhvern rosa hlýjan faðm allra þeir sem að vilja fjalla þessi mál, þú talar mjög frjálslega ákveðna kynþætti og þú telur þig vera með einhvern rosa afmarkaðan skotspón en þú gerir náttúrulega grein fyrir því
afleitar afleiðingar verða þær að það verða mjög margir fyrir slysaskoti í þeirri umræðu og þú ert í rauninni að auka hatur sem að eins og við erum að sjá núna í mótmælum í síauknum mæli meiri, við erum að sjá meira hatur, þetta fólk sem að flýja hræðilegar aðstæður eins og þú varst að viðurkenna sjálfur en samt ertu svo ótrúlega, hvað ég var að segja, kaldur í þínu hjarta að þú viljir ekki einu sinni, þú talar eitthvað að við ætlum að reyna að taka á móti hópum en ég meina heldur að fyrsta skrefi sig í alvörinu að tala með þessum rasíska tón hérna í þessu hlaðvarpi. Ég ekki að tala með rasískum tón, þetta eru bara eðlilegar spurningar og ég veit ekki alveg hvað taktík þetta var en ég eiginlega ósammála öllu sem þú sagðir. Ef þú hefur hlustað á hlaðvarpi þá gerir ég deila við alla til að snúa þessu við. Þannig að ég þú veist þetta, ef einhver afgreiðir þessar mínar pælingar þar sem ég að velta fyrir mér vandamálum sem að Danir og Svíar sem að kljást við og Norðmenn ef það rasismi að viðra þær skoðanir og hugmyndir og þær staðreyndir hreinlega, þá sá sem heldur því fram letingi af því að hann nennir ekki að hugsa. Hann ekki endilega vitleysingur og hann ekki endilega með annarlega skoðanir. Hann aðalega latur. Hann hoppar bara á eitthvað og það finnst mér vera algjör synd vegna þess að samfélagsumræða á að vera uppbyggileg, hún á ekki að vera löt og við höfum ekki að dæma hvort annað þó við séum ekki sammálið í eða það kemur okkur spánst fyrir sjónir að afgreiða sem rasisma. Það bara að slappast að öllu og ég vona að fólk sem að ósammála mér heyri þetta og ég vona að ég hætti að vera löt og hugsi aðeins hvað þau að segja og hverjar afleiðingarnar því eru. Ef, eins og ég hef sagt oft áður og ég verð að segja þetta aftur, ef að fólk afgreiðir hugleiðingar og vangaveltur borgarana sem rasisma eða kynþáttahattur, þá erum við að búa til miðflokksmenn. Ég nefnilega það eitt í þessu líka sem að mér finnst áhugavert að pæli og ég svo sammálaður með þessa hugmyndafræðilegu leti og ég fjallaði þetta alveg frá því COVID að við einhvern veginn, sérstaklega þegar ég var að tala mér finnst ég rauninni vera að upplifa nákvæmlega það sem ég upplifði í COVID. Í COVID þá var ég ekki að setja henni spurningamerki með einhver bólusetningar eða eitthvað þannig, ég var aðalega að spyrja hvaða félagslegu afleiðingar munu koma til með að koma í ljós í kjölfarið á því að við setjum alla í stofufangelsi í 2 ár, sérstaklega ungt fólk. Og ég var kallað vond manneskja, ég fekk fullt af skilaboðum það, ég var hræðileg manneskja og ógeðsleg manneskja, ég vildi drepa gamla fólki okkar og allt þetta. Og svo einhvern veginn nokkrum árum síðan þá var við kannski mistum aðeins vitið. Já. Og mér finnst ég vera að upplifa nákvæmlega það sama. Það sem að ég að tala mikið útlendingamálin, ég var einmitt þá viðmælandi sem ég hef ætlað að spyrja hérna hvort hann væri til í að koma viðtöl og hann sagði, ert þú ekki bara allir í hérna útlendingamálinu? Og ég fór eitthvað svona aðeins afturlega, nei, ég ekkert bara að pæli því, ég líka að pæli húsnæðismálum og eitthvað. En þetta langstærsta pólitíska málið í allri Vestur-Evrópu og ástæðan einfaldlega svo að þegar maður ber upp spurninguna hvar hafa útlendingamálin gengið vel í Vestur-Evrópu undanfarna áratugi, þá einfaldlega svarið, það ekki neitt land sem hefur tekist að gera þetta svakalega vel. Þar af leiðandi mjög áhugavert að vera að velta þessu fyrir sig núna út af því eftir örfá ár þá mun fólk vera bara þetta var náttúrulega alveg galið hvernig við gerum þetta og þurfum að takast á við aðstæður eins og við sjáum í Danmörku. Já, þetta náttúrulega ekki það hefur verið talað um land sem hefur heppnast, þessi integrasjónin hefur heppnast, það talað um Belgíu. Það sé mjög mikil pottur þar og það gengur bara almennt vel. En Belgía svolítið sérstakt land, það eru 2 eða 3 tungumál í landinu og þeir tengja sína menningu í 2 áttir, annars vegar til Frakklands og hins vegar til Hollands. Þannig að þeir í þeirra eðli fjölbreytileikinn bara ofinn. Þegar þú varst að segja, við erum að horfa á þetta gerast hægt, þetta ástand og það slys að fara að gerast, það bara spurningum hvenær það gerist. Ég alveg sammála því og svo líka alltaf nauðsynlegt í þessari umræðu að muna það og það sé aðalatriðið að í flestum tilfellum gengur þetta vel.
Flestir innflytjendur eru frábærir og þeir eru í vinnu og þeir skapa sér líf og vonandi reynslan svo stutt hérna á Íslandi en vonandi verða bara góður gegnum borgarar, vonandi læra íslensku og koma til með að gera þjóðfélagið og landið okkar betra. Það hins vegar eru alltaf þessi litlu sem eða myndast hérna hliðarsamfélög eins og hefur gerst í Danmörku, eins og mjög mikil hætta á með sómalska innflytjendur að gerist. Það talaði sér bara gríðilega hætta á því. Þau læra ekki dönsku. Þeirra þáttaka í samfélaginu minimal. Og þeirra viðmið og gildi eru bara sér. Þau eiga það bara sér. Ég held að við viljum ekki sjá þetta endilega á Íslandi. Ég held að, og það bara, þetta uppskrifta einhverjum átökum sem við bara nennum ekki að díla við. Taktu líka eftir einu. Þú myndist á þessar hröðu breytingar í Evrópu. Þú veist, svo sér maður uppgang hægri öfgahreyfinga út alla Evrópu. Það er flokkurinn hvað heitir Le Pen í Frakklandi. Já. Það Alternative for Deutschland í Þýskalandi. Við erum með Sverigesdemokratana og við erum með Píu Kærskort framskriðsflokk eða ekki framfarflokkurinn. Þetta út allt og í Finnlandi meira að segja. Það eru svona hægri öfgastefnur, öfgaflokkar og fylgi þeirra kemur ekki úr einhverju tómi. Það kemur úr gremju vegna þessara mála. Og sko ákveðinni leti við það að ræða það. Já, það bara, þú veist, þegar má ekki einu sinni tala hlutina, þá erum við algjörlega, þá erum við að setja lok á pott sem að mun sjóð upp úr. Það alveg pottið. Vegna þess að, og þú veist, ég vona það bara að íslenska vinstrið átti sig á þessu. Að þessar stóru hægri hreyfingar í Evrópu, þær koma ekki úr einhverju tómarhjami. Og það sama mun gerast á Íslandi. Það verður ef við höldum svona áfram, þá verður til stór, sterk, hægri öfgahreyfing sem mun sennilega hafa töglin og haldirnar í stjórnlandsins eða allavega komast í oddaastu til þess. Þannig að íslenska vinstrið verður að viðurkenna að þetta ástand sem þarf að bregðast við og ég segi við bregðumst við því með því að skoða fordæmi Norðurlandana, okkar nánustu granna, auk þess þú veist, þeirra samsetning og innflytjendum mjög svipuð og á Íslandi. Það er alltaf sama sagan. Það eru flestir pólverjar, svo koma Eystrasaltslöndin, svo koma einhverjir Evrópubúar og svo koma þessi ólíku lönd, menapt löndin. Þetta ekki stærsti hópurinn, bara langt í frá. Þetta ekkert sérstaklega stór hópur. En það þýðir það ekki samt að við að sleppa því að díla við þetta. Nei, ég sko, því að ég hef líka bara velti fyrir mig hvert þetta leiður okkur ef við erum að tala af þessu af einhverju feimni. Já, guður, það hræðilegt. Palestínumenn sem hafa verið að koma. Það mjög margir sem vinna allir í móttökustöðum og ýmsum svona sviðum, félagslegum innviðum. Þeir hafa lýst áhyggjum af þessu með veikum mætti. Þú veist, það ekki mikið talað þetta svona opinberlega. En þeir sem eru í þessu sem ég hef kynnst eru að segja að það búið að ganga á ýmsu varða þessi mál. Stefán Einar fullyrti það að það hefur verið sómalir og palestínumenn sem fóru til lögreglumannsins með hnífa sem bara einhvers konar þróun sem ég kemur svo óvart sko. Ef við tökum til dæmis bara Palestínu fólk sem kemur hingað með bara hjartaði buxunum. Þetta bara stórkostlega traumatisera fólk og það verður að fá aðstoð, mikla aðstoð og það verður að, gera þetta vel, það verður að gera þetta almennlega. Ef við gerum það ekki, þá fer allt í hundu kött. Það bara, ég lofa ykkur því, það fer þangað. Og Það var gerð tölfræði meðal annars í Danmörku á þessum efnum. Þar sem að Palestínumennum hefði gengið mjög brösulega inngildast inn í samfélagið. Þetta fólk bara búin að vera í stöðugu tráma í kynslóðum saman. Þau alltaf að bjarga sér. Þau bara hugsa öðruvísi. Það engin róhug,
hugsaði hvað þetta fólk hefur gengið í gegnum, guð minn almáttugur. Og þú veist, það bara þess vegna þurfum við að vanda okkur sérstaklega vel. Og svo það bara hinn pólitíska spurning, erum við reiðubúin í það? Eru stjórnvöld reiðubúin í það? Það eitthvað sem við þurfum að ákveða sjálf. Og almenningur, pólitískur vilji fyrir þessu? Akkurat pólitískur vilji, en ég segi bara, eða að taka hérna fólk, segjum bara, ég veit nú ekki hvað þessi mikið af palestínu fólki hérna á Íslandi núna, eða þessum flotta fólki sem að komu hingað. Þetta einhver 100 held ég. Já, við þurfum bara að gera við þurfum að vanda okkur ótrúlega vel, varðandi þennan hóp. Það verður að vera. Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem að veita úrvalsþjónustu og eitt af þeim alvöru bón. Við skulum bara vera hreinskilin, ef þér þykir vænt bíliðin þá læturðu gera þetta almennilega og það nákvæmlega sem alvöru bón gerir. Ferð með bíliðin, hvort sem það eru alþrif, djúphreinsun, mössun eða hvað eina, þá skellur þér á alvöru bón og lætur degra við bíliðin. Farðu inn á vefsíðuna og tryggðu þér 10 tíma klippikort, þá þarftu bara ekkert að vera að pæla í þessu. Alvöru bón, kíkið á þetta, þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. Ég held líka bara og ég kannski eins og gefur að skilja eða þú allavega skilur núna, þá hef ég svona mismikla trú á einhverju svona rosalega mikilli, hvað ég að segja, svona menningar, svona að móta þetta eins og einhver leir, Ég held að það þurfi bara að vera ákveðið aðhald og ég fjallaði það bara að ef einhver brýtur af sér og hérna á hæli eða alþjóðlegri vernd eða einhverju, að þá þurfi hann einfaldlega að vera í flóttamannabúðum þangað til hann fer úr landi. Og það kann að hljóma kaldrifjað. Það stefna ríkisstjórnarinnar. Það stefna ríkisstjórnarinnar, það ekki komið í gegn held ég, það á eftir að komast í gegn. Og það var líka eftir að sjá að það eitt að vera með stefnu og annað hvernig praktískt eðli kemur til framkvæmdar og það verður bara áhugavert að fylgjast með því. En ég tekið hana, ég ætla ekki að vera með hana. En ég mæli með þessari bók, Age of Extremes. Já, ég hef lesið þessa. Þessi frábær. Já, hún fín. Og það sem svolítið merkilegt við þessa bók, og ég hef talað um þetta áður og ég ætla nú ekki að vera með hana, ég var líka senast með hana, þá tók ég hana svona óvart upp. En það sem merkilegt við hana að það sem svona, hvað ég að segja, það sem kemur kannski hvað mest í baki á fólki varðar öfgar og svona hugmynd okkar öfgar að þetta sé alltaf svona nóttina löngu hnífa, svona einn stór atburður sem á sér stað og þá allt í einu komin einhverja öfgar. En öfgar eru miklu, hvað ég að segja, meira svona hægfara afl, þar sem að ákveðin sprenging á sér stað út af því sem að gerist áður. Hannah Arendt talar líka um þetta í uppruna alræðisins, þar sem hún fjallar einmitt um þetta að það er miklu áhugaverðar að horfa á Þýskaland frá 1920 til 30 í staðan fyrir 33 til 45. Út af því að eftir að Hitler komin til valda að þá er náttúrulega bara alls konar atburðir sem eiga sér stað. En hvað gerðist áður? Og það sem mér hefur alltaf þótt svolítið við kannski virða alltaf að vettu í þessari umræðu bara, og eins og þú búin að nefna nokkur sem búa til miðflokksmenn, en ég held að það geti orðið eitthvað mikla verra en miðflokksmaður sem að yrði upp úr krafsin á því ef að við höldum áfram á þessari braut sem við erum búin að vera á. Skoðaðu bara þennan hóp hvað heitir það, Íslendingar þvert á flokka, þetta sem var búin að vera með funda tvisvar. Það eru tækifærissinnar og þau eru þjóðernissinnar og þau eru alveg örugglega rasistar með að við hvernig þau tala. Það er þannig í mínum huga. Þau eru hins vegar að tala inn í hóp sem eru kannski ekkit endilega komin þangað, en þau eru á hraðferð þangað. Og ég ætla að fullera það, svo ég skjóti inn í, ég ætla að fullera að stærstur meirihluti almennings þar, á hraðferð í áttina þessu. Þessi langstærsti meirihluti Íslands. Ég bara sammálaður. Þess vegna er ég að vekja athygli á þessu, sérstaklega og hrópa svolítið inn í vinstrið. Come on, þetta er hérna fyrir framan að gerast núna. Og þeir sem að tala þarna, og ég var nú skammaður fyrir það á Facebook, þessari færslu minni, af ágætis fólki, að þetta væru rasistar og ég segi já en, ég var hérna já en, og þá sagði eitt sem ég þekki, en þau tala eins og rasistar. Og ég fór að hugsa, það er alveg rétt. Þeir sem voru að tala á þessum fundi voru klárlega búin að taka bláa pilluna.
en fólki sem mætti á fundin, Rauðu pilluna, fólki sem mætti á fundin, það var kannski ekki endilega þar, en hafði miklar áhyggjur af þessu og bara sýndi þessu, þú veist, einhver skilning og þegar þú ert komin opinn fyrir þessu og hlustar á einhvern boppara eða einhvern rappara ranta alls konar helvítisþvælu og bull, þá, þú veist, þá hann búinn að opna dyrnar af hjartanu sínu inn í svona óskapnað. Hjarta sem að gæti þess vegna bara tilheyrt öðrum venjulegri stjórnmálaöflum og svona uppbyggilegri stjórnmálaöflum. Og meðan að við í vinstrinu afgreiðum þetta fólk sem rasista, þá erum við bara búað á til. Þetta fólk hugsar ég og ekki eitt sameiginlegt með þessu vinstra dóti Þetta fólk það segir allavega ekki að ég sé svona og hinsegin. Og svo líka annað sem við erum speglur í. Ef einhver er alltaf að segja við þig út af þínum hugleiðingum samfélagið að þú sett rasist og kynþáttahatari. Það gerist bara drekk í drekk. Þú ferð heim til þín og þú færðir sodavatn og súkkulaði, sest niður og hugsar, er ég ekki bara rasisti? Er þetta ekki bara rétt? Svo fer eitthvað að googla og þú ferð á YouTubeið og finnur alls konar kalla og kællingar sem að tala bara alveg til þín og þá ertu bara að búa til hægri öfgamann af því hann finnur þarna fæ ég mína pólitísku næringu vegna þess að þessir hinir sem að ég hef alltaf lítið upp til hingað til, þau segja bara, ég sé bara eitthvað úrrak. Þetta má ekki afgreiða fólk á þennan hátt. Það má ekki. Og ef að vinstri fattar þetta ekki, þá er vinstri búið að vera. Ég bara fullir í það. Já, en ég veit alveg að Kristrún veit þess, hún fór í dagmál áhugavert viðtal hún í gær á 7. júní, þar sem að hún talaði það að fyrrabræði að vera stoltur Íslendingur, vera stolt af íslenska fánanum, talaði náttúrulega inn í svolítið mokkamengið en mér finnst hún náttúrulega afburða stjórnmálamaður og hefur að mínum mati sýnt fram að það að hún er það afl sem að, einhver þarf að reyna að toppa, örugglega með veikum mætti með við hvernig pólitíska landslagið í dag. En ég held að þau séu miklu meðvitaðar það, en ég held bara að, sem ég ætla að segja, er að ég þori nánast að fullyrða að ríkisstjórnin í dag, eins og hún leggur sig, myndi skrifa upp á flest sem við erum að tala hérna. Já, ég held það líka. En það er einfaldlega orðið, ég held að reyndar, ef ég fæ að halda ára með þessa hugleiðingu, þegar ég er að búa til meðan ég er að hugsa, eða meðan ég er að tala ég held að þau telji að pólitíski kostnaðurinn af því að taka undir, jafnvel eitthvað af því sem við erum að tala og koma fram og segja, já, ég er náttúrulega ekki sammála öllu, en þetta er náttúrulega áhyggjefni, bla bla bla. Ég held að þau telja að pólitíski kostnaðurinn sé alveg gríðarlegur þrátt fyrir að hann er að ég tel nánast engin. Það ég er búin að vera að fylgjast með stjórnmálum í langan tíma og ég er búin að vera að fylgjast með pólitíska landslæginu og ég er búin að sjá svona hægrið verið einhvern veginn í ótrúlega skrítinni stöðu með sjálfstæðisflokki með vinstri grænum og vinstri menn einhvern veginn gengi alltaf betur og betur. Núna finnst mér bara, það er bara núna að koma flóðbylgja af hægri þar sem að bara hægrinu mun ganga miklu betur en vinstrinu. Já, þetta er reyndar ekki að skila sér í könnunum með þessar nýjustu kannanir, en ég held að þú segir 5 ár, ég get alveg gúdrið þetta. Það er annað sem er merkilegt sem að við erum að segja í Írlandi, það eru búin fréttir útlendingamál. Það er mótmæli þar. Kveikt í hótelum og fleira? Í Írlandi og Norður-Írlandi. Það er bara sama það sem ég er að segja. Þeir eru kannski komin aðeins lengra. Þeir eru orðnir brjálæðir. Og það er út af þessari afstöðu stjórnvalda eða skeytingaleysi stjórnvalda gagnvart innflytjendum með innflytjendastefnu og það er eitthvað móð. Og bara það í Írlandi þeir eru rosa hneykslegar á því að flóttafólk og hælisleitendur írska ríki borgar undir þau
bara kaupir hótelherbergi þannig. Þau eru bara á hótelum. Og hús. Já, og þetta þolir Írin ekki. Þú veist, hann þolir þetta ekki. Alveg eins og Íslendingar og alveg eins og Danir. Þú veist, verið með góða, vandaða, mótaða stefnu. Verið tilbúin að taka mótið þeim. Ef þið getið. Og alltaf, þú veist, þetta er hvað við. Þetta er það sem ég segja. Og líka varandi Norður-Írland, mótmælin þar, þau eru annars tógar. Það var einhverju stelpu nauðgað og það voru ekki einhverjir mennapt fólk. Það voru Rúmenar. Norður-Írland er fullt af Rúmenum. Þannig að þetta er ekki spurningum hvort við komum til þessi Evrópu eða ekki Evrópu. Þetta er bara einhver svona komin eitthvað hliðar samfélag sem að fer bara eftir, tekur bara rúmensku venjurnar og allan þann skít sem að tilherir bara ákveðnum hópum þar inn til Írlands á annar stað, heldur áfram. Það fer allt til landskotans og það er allt farið til landskotans. Þeir eru að kveiki í húsum og þú veist, Norður-Írar eru alveg þekktir fyrir það að vera fóru líka að ráðast á flóttafólki sko. Já, og ráðast á flóttafólk. Ég var að fara að segja þetta er gott að við höfum enga reynslu að reiðum Írum svona nánustu fólki. Og sko, við verðum að passa okkur. Ég bara segja ítrekka, ég er búin að segja það 100 sinnum hérna og ég man til dæmis eftir því ég bjó í Svíþjóð þá var bara ég var nýfluttur til landsins þá var stelpa drepin. Hún hefur verið bara unglingur eða svona 20 og svo sem myrtana var frá Suður Ameríku og það var sílebúi held ég og sem hann var eitthvað að flýja hann hafði stöðu flóttamanns eða hælisleitenda í Svíþjóð búin að vera þar í mörg ár og geðveikur og hann drap hana þannig að það heyrðist neyðarópin í henni heyrðist allt hverfið það heyrði fullt af fólki, heyrði þetta og heyrði ópin í henni og hún æfti í klukktíma. Þannig að hún dó og hún drepin. Það var ekki hræðilegt morð. Og ég hugsaði með mér, ef svona gerist á Íslandi, þá eru við sem þjóð, við ráðum ekki við það. Þá fer ykkur og kastar Molotov kokteil inn í heimili flóttafólks og helsleinda. Ég er alveg viss þetta. Við ráðum ekki við þetta. Sem betur fer hefur svonlega ekki alveg gerst í þessum magnitúti en það hafa gerst hræðilega hluti samt sem áður en bara vonum að þetta fari ekki að rætist ekki. Þá verður fjandinn laus. Ég er búin að vera að reyna að ímynda mér sko út af því að það sem er áhugavert og ég er búin að fylgjast með þessum mótmælum í Írlandi er að þau bera svona ákveðin keim af svo ég fá að sletta þetta er ákveðin sýning, þetta er ákveðin spektakul eitthvað af þessu það er búið að vera svolítið, þú veist, þeir eru að mæta hana margir með síman á lofti og kasta Molotov kokteil sýnandi það og það sem ég hef verið að reyna að horfa á sko, er að, sko, ég held reyndar að Evrópa ef maður greinir þetta út frá svona sviðsmyndum þá er Evrópa komin að þannig stað að ég held að sko farsölum lausnum fyrir sífækkandi er varðar svona sviðsmyndir. Við erum að töluvert betri stað en ég held nefnir að þetta myndi byrja sem ákveðið svona social trend. Ég held að samfélagsmiðlar munu spila mjög stóra rullu þar sem einmitt verður eitthvað svona pepp að gera eitthvað við einhvern stað, við tökum svona veitingastaði þar sem að fólk er með erlendan uppruna eða eitthvað þannig. Já. Og ég er orðinn skítstressaður yfir þessu og í síauknum mæli og ég einhvern veginn svona eins og ég segir sko, út af því að ég einhvern veginn í Evrópu þá sé ég ekki margar farsæla lausnir sko. Sko, ef ég bara mér finnst þú vera að mála skrattan á veginn. Já, það er gott. Mér finnst það. Já. Ég held að þetta sé gangi yfirleitt bara helvíti vel. En það sem okkur vantar á Íslandi, okkur vantar svona sigursögur. Okkur vantar sögur af fólki sem kemur hérna og gengur vel, sem lærir tungumálið og skilar einhverju til samfélagsins. Við heyrum lítið af þessum sögum. Það væri frábært að fá svona sögur. Ég get sagt þér eina svona sögu. Og þannig ég vinn hjá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun og það var þegar við byrjuðum með hlutdeildarlánin þá kom til mér stúlka hún var alveg frá Afríku hún var dökk á hörund og hún var í krónugalanum sínum þess að hún var að vinna í krónunni og hún var búin að búa hérna nokkur ár
Hún var búin að safna sér, spara sér hverju krónu og var að fara að kaupa sér íbúð. Og hún talaði smá íslensku. Og það bara, ég fekk bara ryk í augun þegar ég sá þetta. Og við þurfum svona sögur. Að þetta sé ekki allt eitthvað hræðilegt. Og ég sagði mínu samstagsfólki frá þessu og það voru bara allir bara, þau mistu bara úr hjartaslega. Þetta var bara, þetta er svo fallegt og gott og uppbyggilegt að sjá eitthvað svona. Svona sögur er alveg til. En við heyrum það lítið af þeim. Og það sem að við Íslendingar og aðrar Norðurlandaþjóðir, við metum dugnað mikils. Við metum það að þegar fólk leggur sér fram. Og það er það sem að, og auðvitað gera þau það, mörg. Þau er alveg þar. En það væri gott að heyra meira af svona sögum. Ég er með fullt af svona sögum. Ég nefnilega út af því ég kenni hnefaleiká. Þar eru meðal annars flottamenn, þeir eru, ég veit ekki hvaða stöðu þeir hafa, en þeir eru allir vinnandi og standa sér frábærlega í boxinu og þeir eru frá Pakistan og Afganistan og Sýrlandi og Kúrdar og það sem er svo fallegt við þetta líka er að þeir eru allir saman og þeir eru að vinna með strákum frá Austur-Evrópu sem að alla jafna með svona þær forsendur sem að við þekkjum til menningarlega er alveg svona frekar ólíklegt en þeir aftur á móti eru saman allan daginn og eru að vinna saman í hnefaleikum og öðru. Þetta eru sigursögunar og ég held það sem á ástæðan fyrir því að ég gerir mig grein fyrir því og kannski ég vona að ég sé náttúrulega að mála skrattan á vegginn en þetta eru hugleiðingar sem að ég er í rauninni bara að hámarka þá þróun sem að við erum að sjá næstu til 20 ára og ég vona ég hafa ránt fyrir mér og ég vona að verði alls ekki svona en og ég gerir mig líka grein fyrir því að það er fullt af fólki sem að ég er bara hróplega ósammála allt í þessum efnum sem er rosa peppið yfir því að ég sé að tala á hann máta og þetta talar inn í ákveði mengi sem að getur talist vera rasíst og en ástæðan fyrir því að ég tala með þessum hætti er líka að það eru minnihlutahópar innan minnihlutahópsins sem er eins og konur og er fólk sem að vill segja skilið við sín gildi en eru út af svona menningarlegum þrýstingi ólíklegri til þess að gera það að við þurfum líka að horfa mjög fast í augun á því að þetta er líka eitthvað sem við þurfum að takast á við að það er bara þú veist að þegar fólk er að koma til Íslands að þá er það að koma til Íslands og það eru langt flestir held ég sem er að koma á sækjum hæli og annað sem vilja verða Íslendingar vilja taka að sér ákveðna svona menningarlega þætti og jákvæða þætti varðar okkar menningu. Ég vil enda færa rauk fyrir því að ástæðan fyrir því að það sé gott að búa á Íslandi er íslenska menningin. Það er ekki bara landfræðilega lega, það er ekki bara fólkið, það er íslenska menningin að ég til. Og ég held að flestir sem að, þú veist, svo ég tala nú líka áfram til þetta frjálslega, margir af þeim sem eru til dæmis muslimar og annað, læka allt sem að ég, og sem að tala líka íslensku, læka allt sem ég er að tala í þessum efnum, Þannig að það er ákveðin líka þáttur varðar þessi mál sem að ég til að sé jákvæður að við erum einhvern veginn alltaf að þegar við erum með að vera meðvirk í þessari umræðu að þá erum við svolítið að gefa upp á bátinn nákvæmlega það fólk sem við höfum mest að vilja hjálpa. Akkurat, ég man eftir Reddit þræði í norskum miðli sem er bara risastór og þá var einmitt strákur frá af þessum uppruna, hann var dökkur og hvort hann var frá Afríku eða Marokko eða eitthvað slíkt, skiptir ekki öllu máli. En hann sagði, ég skammast mín fyrir hvernig landar mínir láta. Ég bara teka þetta bara nærri mér. Og þú veist, og það var allt vitlist í athugasemdum við þessa pælingu hjá honum. Og fólk, og þú veist, rasistandi stukka á þetta. Og mannkynsfrelsararnir stukka á þetta og landarans stukka á þetta en þetta er svolítið góð pæling en hann var náttúrulega orðinn þá integreraður hann var orðinn norðmaður og hann var bara blöskraði og það var verið að dæma hann þú veist, af því hann lítur út eins og þessi sem eru bara í ruglunu sem er þarna stórhópur og þetta er bara svona áhugavert og kannski minnir okkur líka á það að
þessi flokkur, þessi efnisflokkur gríðarlega flókin og marglaga og alls konar en á móti kemur að við Íslendingar við eigum sko fullt af frábæru fólki sem ógeðslega gott í þessu, bara hámenntuðum félagsfræðingum, sálfræðingum, stjórnmálafræðingum, hvað sem að geta farið í bara reynslu annarra þjóða sem að hafa gengið í gegnum nákvæmlega það sama og við erum á flegiferð í gegnum núna og það væri svo skrítið að nota ekki þessa reynslu annarra til þess að reyna að gera hlutina aðeins betur svo að það fari ekki í óefni vegna þess að það gerir það ef það fer allt til andskotans ef við gerum ekki neitt ef við skulum segja að fer allt í skrúuna og stoppar þetta allt saman. Sko tölfræðileg útlagarinn varðar svona viðbrögð við þeim þáttum þar sem ég hef verið að tala, ég heldur reyndar ég hef aldrei talað frjálslega eins og við erum að gera akkurat núna, en þegar ég er að tala frjálslega þessum mál, hafa einmitt verið, eða tölfræðileg útlagari hefur aðalega verið sko fólk sem að dökkt á hörund en Íslendingar. Já. Þeir hafa miklar áhyggjur af þessu, líka, en ég ætla ekki að draga úr því, líka áhyggjur af því hvernig ég leiði mig stundum að tala út af því að ég reyna að vera mjög hreinskilinn í þessum umræðum og ég kann að vera að ég draga upp of dökka mynd oft á tíðum en þau segja samt sem aður. Það mikilvægt samt að við tökum að þessu. Já, ég held að þetta náttúrulega þannig efni að það er ekki hægt að ræða það á þess að spara inn á eitthvað smá sprengjusvæði, þá erum við bara að þú ert rasisti. Það sem ég að vara við, að afgreiða bara flókin mál með einni setningu og það bara finnst mér ekki vera hægt. Þetta mál svo tengist þetta líka svolítið þetta gerist alltaf sama tíma þessi flóttamannamál og ég að segja það verður að tala þetta og svo tengist þetta því miður, nú ég að opna hennar einhverjar ljóta hörð, þetta tengist líka umræðin Vogue. Hjartalega sammála. Þetta sko, það ekki nóg Vogue, sko, það að tala flóttamannamál, þá ertu búin að stíga á nokkur Vogue-strikk sem þú mátt ekki stíga á. En það verður bara að hafa það. Það verður bara að hafa það. Og ef við tökum ekki á þessu, þá fáum við bara hausinn seinna, alveg pottið. Ég bara hjartanlega sammála. Ég meina, Vogue fyrst og fremst óbilgirni gagnvart ólíkum sjónarmiðum í þversagnarkenndum skilningi á heimnum og það það sem við erum að horfa upp á í hinum ýmsu málum. En sko, nú man ég ekki alveg, þú varst svolítið Vogue eða ert svolítið Vogue? Já, ég veit ekki alveg hvernig sko, þú ert ekki Vogue í þessum emnaðum. Skoðanir eru svolítið erfiðar vegna þess að skoðanir eru bara einhvern veginn kjarnin í manni og ef maður með einhverja skoðun þá hún bara þar og ef hún flokkast ekki sem Vogue eða eitthvað annað eða eitthvað slíkt þá bara setja ég upp með það. Ég get ekki sagt eitthvað sem ég ekki sammála. Ég get logið þá en þá var ég að ljúga fólki og að ljúga sjálfum mér. Þannig að maður verður verið svolítið trúr sjálfum sér. Það bara grundvöllurinn. Hver nennir að ljúga sjálfum sér, fyrir ekkert. Já, en ég meina, legar eru náttúrulega megin og regin forsendan fyrir því að Vogue-inu hefur tekist að viðhafast. Það talað svona félagslegt hygiene eða félagslegan hreinleika, þar sem að sko, þú tilbúin til þess að þykjast. Ég meina, ég fæ til dæmis mikið að skilabóðum frá ýmsum stelpum sem að vildu taka undir, þú talaði rapparan áðan það sem að Lil Binni, ég fekk fullt að skilabóðum frá ungum stelpum sem að sögðu ég nákvæmlega þessari skoðun og allar vinkonum minnar en ef við tölum þetta fyrir framan eina sem að rosalega svona mikið Vogue megin í lífinu að þá þurfum við ekki að tala þetta og þar að leiðandi á vinahópurinn aldrei þessar samræður. Hræðilegt. Og það Vogue-ið. Þetta hræðilegt að heyra. Þetta hann verið að búa til, hann verið að framlegast litlir miðflokksmenn, segi ég. Miðflokksstúlkur? Já, miðflokksstúlkur. Það hlýtur að hljóma vel í þeirra eyrum. Það sem að ég man eftir að grínasti sem heitir Bill Burr sem að ég rosa gaman af, hann svona, það oft með þessa grínista að þeir eru skörpustu samfélagsgrínandir, þeir eru alveg drullu skarpir og þessi Burr með Vogue-ið alveg á heilanum. Og hann segir að sko Vogue-ið það byrjaði gott og vel, það byrjaði sem svona
vakning hjá blökkumönnum í Bandaríkjunum bara fyrir löngu síðan að vera vakandi fyrir félagslegum ójöfni. Það bara góða punktur. En svo sagði hann, svo komu ríkar konur og rændu vókinu og trömpuðu niður í Gucci stigvélunum sínum og sagði, hvað með mig? Hvað með mig? Og þannig að þau rændu hugtakinu og það alveg hugtökum og menningu alveg rænt, þú veist, það alveg til. En eins og það vókið svolítið, það margslungið, það miklu margslungnara umræðu efni heldur en innflytjendamálin. Já, en svo eitt sem að til dæmis Hallgrímur Helgason sagði í Silfri Egils, þá sagði hann að skilgreindi vók að bara vera næs. Samstöðinni. Það ég ekki sammála um. Þarna kom þessi flotti samfélagsrýnir og bara skaut langt ekki. Þetta það sem að vókið náttúrulega bara óbilgirni gagnvart skoðunum. Me Too, transmálin, útlendingamálin hafa einfaldlega verið farartæki í að mála þig upp sem góð manneskja. Það hefur ekkert að gera með vókið. Það aðalega bundið við það að þú ert að neita fólki um umræður. Það það sem vókið. Þess vegna þegar þú talar um vókið, þá ertu ekki að tala um málefnin sjálf og þú sér það mjög oft þegar þú ferð í einhvers konar samræður vók að þá segir, já, ok, ert þú að bera í bætiflokka fyrir kynferðisafbrotamenn? Og þá þú spíralast þetta allt inn í þá umræðu, þá það farartæki sem nýtt til þess að kúa þig og passa að þú sért ekki ákveðnum sjónarmiðum. Þetta það sem vókið þetta snýst ekki um kynferðisafbrot, það snýst ekki um transmál, það snýst ekki um konur, það snýst ekki um útlendinga. Það snýst það að þú viljir mála þig upp sem góða mannesku. Dygðaskreitingu. Og það sem að þú náttúrulega komst inn á þann, fela eigin leti gagnvart við að setja inn í máli. Já, ég ekki sammálaður alveg í þessu, sum ég sammála, og mér finnst þetta tengjast líka identity politics sem að Sólveig Anna í þessum þætti þarna á samstöðinni benti og sagði bara hún þoldi ekki þetta vók og bara þetta væri ömurlegt hugtak sem tvístrar öllu og þar sett hún inn bara risabombu og ég stökk upp úr sófanum og ég öskraði yes, loksins sagði einhver þetta að því ég hjartanlega sammálanni. Það hættulegast að vita það allir sammála með þetta sem hættulegast að vita. Identity politics, það sem útbúin að minnka öll mannréttindi niður í 300 lítil mannréttindabrot, það bitnar á öllum mannréttindum. Það betra að tala almennt mannréttindi heldur en mannréttindi einhverja pínlitla hópa. Já, en svo það svona mitt teika á þetta, en auðvitað er þetta flóknara heldur en bara það. En ég var rosalega sammála Sólveigu þegar hún sagði þetta. Að sjálfsögðu, og þú varst ekki ósammála neinu sem ég sagði. Þú varst bara sammála öllu. Og málið líka það að við erum orðin einhver lítil algebrudæmi sem hægt að færa inn í einhver forréttindapíramíta þar sem að mitt kyn, mín kynhneigð, minn húðlitur og annað eiga að vera sett í samhengi við það hversu mikið skoðanir mínar eiga að vera haldbærar. Hversu mikið eigum að taka mark á þessum? Mjög bitur, leiðum mér að setja inn í forréttindapíramídan svo ég geti reiknað það út. Þannig við erum öll orðin einhver algebrudæmi undir þeim formerkjum að dvergur sem einhentur, þeldökkur og samkynhneigður, að hann sé einhvern veginn orðin mikilvægasta manneskjan í öllu sem við kemur stjórnmálum út af því hann með einhverja reynslu sem við höfum ekki. Já, ég man eftir það var mynd ótrúlega skemmtileg sem frá mínu æsku sem hét The Man with Two Brains, grínmynd með Steve Martin. Og þar einmitt kemur eitthvað að tala eitthvað og hann vitnaði gjarnan í einhvern mann Engelbert Humphrey. Já, hver það? Já, hann var frægasta einhenta skáld Breta. Flokkurinn skáld og flokkur skálda með eina hendi en hann var frægastur af þeim. Þetta dæmi þessa opbásluðu marginaliseringu þegar búið að mylja niður hugtakið skáld niður í 1000 brot. Þetta ekki gott í mínum huga og ekki gagnlegt, sérstaklega ekki fyrir vinstri fólk vegna þess að við erum alltaf með hugan á samfélaginu og félagslegum umbótum og réttlátara samfélagi. Nú ég ekki að segja það leið að það halla eitthvað á samkynhneigð eða transfólk eða
þennan eða hennan, ég bara segi þetta almennt. Svo er svo Þetta er mín pyrrandi að þurfa að skoðun. setja svona disclaimer sko. Já, við erum alltaf að setja disclaimer og þú veist, eins og hérna, ég er engin rasisti enn og þú veist, fólk er eitthvað að segja þetta og þá segja sem mér, já, þetta er nú eiginlega besta leiðin til þess að flokka út rasista þegar þeir byrja setningunum og segja, ég er nú ekki rasisti enn. En það er ekki svona flókið, þetta er ekki svona brjálæðislega einfalt. Kannski er eitthvað þarna. Og við höfum öll einhvern veginn, öll okkar röddu, öll okkar tón sem að er alveg merkilegur og á erindin í samfélagið. Og ekki síst þurfum við að hlusta á fólk sem að tjáu sér lítið samfélagsmál. Það er fólki sem við höfum hlusta á. Að því hitt er bara eitthvað blaður og næs. Og hérna, þá við höfum að gefa því fólki gaum og ekki að afgreiða þeirra skoðanir sem rasisma eða kynþáttahatur. Það